að því. Það er að segja að þú þurfir ekki einvörðungu meðmæli frá opinberum aðilum og þar af leiðandi hefur verið brugðist við þeim fyrirspurnum sem að við höfum fengið til okkar og nú er í rauninni bara beðið eftir tilboðum. Eh, Næsta lið þar á eftir, þar var verið að fara yfir stöðuna á úrbótum vegna vatnsveitunar á Stöðvarfirði. Eins og verið hefur verið í fréttum og þá er ólag á vatnsveitunni þar og við höfum verið í þrýstiprófunum og fleiri aðgerðum sem miða að því að vinna úrbætur þannig að vatnsveitan þar komist í samt lag. Og á þessum fundi þá verður verið að fara yfir niðurstöður þrýstiprófana og þær úrbætur sem að bæjarráð hefur þá nú þegar samþykkt og ákveða að ráðast í og það er búið að panta geislabúnað og verið að vinna að undirbúningi að setja upp geislabúnaðinn og má gera ráð fyrir að það taki nokkrar vikur. Nú í þessari fundargerð þar er einnig í lið 1.11 þar var lögð fram til kynningar samþykkt fundargerð sameiginlegs fundar Fjarðabyggðar og Fljótsdalshrepps. Þetta er þessi árlegi og reglubundni viðburður þar sem að við skiptumst á að bjóða heim. Og nú er komin röðin að Fljótsdalshrepp sem að bauð okkur til heimsóknar og fundar við sig í sínu sveitarfélagi og fundargerðin liggur þar fram til kynningar yfir þau mál sem við fórum yfir og svona snýra sameiginlegum hagsmunum sveitarfélagana. Þetta var mjög ánægjulegt og ég veit nú bara fyrir hönd hópsins sem að fór í þetta heimboð þakka fyrir höfðinglega móttökur. Nú í fundargerð bæjarráðs númer 911 frá síðastliðnum mánudegi, þar áttu við fund með forstjóra og upplýsingafulltrúa Alcoa Fjarðaáls. Þarna er einnig venjubundnir fundir, þetta eru svona samráðsfundir sveitarfélagsins og Alcoa þar sem er verið að fara yfir þau mál sem að brenna helst á aðilum, annars vegar sveitarfélaginu og hins vegar fyrirtækinu. Og vorum við bara rauninni að bera saman bækur svona helstu deiglumál samfélagsins hverju sinni, húsnæðismál, umhverfismál og fleira af því tagi. Nú svo áttum við mjög góðan fund með svæðisstjóra Vegagerðarinnar á Austurlandi. Þar vorum við að fylgja eftir fundi sem við áttum með honum í vor. Og vorum þar einna helst að fara yfir Suðurfjarðaveg og gangmála þar sem að við erum að leggja áherslu á að fyrsti fasinn í uppbyggingu Suðurfjarðavegar hefjist á næsta ári. Hann er núna á áætlun 2027 fyrsti fasinn en við leggjum áherslu á að við náum honum inn til framkvæmda á næsta ári. Nú er verið að kynna hönnunargögn og fleira fyrir Skipulagsstofnun og ég gerir ráð fyrir að sveitarfélagi fái það til umsagnar sem fyrst. Jafnframt vorum við að fara yfir merkingarmál og mikilvægi þess að Jökulsá á Fjöllum verði flýtt en hún er á áætlun 2035. En að öðru leyti þá var þetta bara gott samtala sem við fórum yfir fjölmörg verkefni sem hafa verið allt og lengi á viðhaldsáætlun og er í rauninni bara hluti af þessari innviðaskuld sem að við erum í samgöngumálum og vorum þar að leggja áherslu á okkar brýnustu hagsmunamál. Fleira ekki frá mér úr fundargerðum bæjarráðs og sinni. Þakka fyrir Ragnar. Orðið laust undir fundargerð bæjarráðs og skvett hvað þessi ljós. Stefán Þór Eysteinsson beðið orðið gera svo Stefán. Forseti, bæjarfulltrúar eða bæjarstjóri og bæjarfulltrúar. Ég fari ekki í takkan til að vekja athygli á mér en ég ákvað bara rétt í fundi. Leysum þetta bara.
gamla mótan. Aðeins að fá að fara yfir fundargerðir bæjarráðs, svo sem ekki í neinum miklu smáatriðum. Ragnar var búinn að fara ágætlega yfir þetta, en mig langar aðeins að fara í lið 1-2 undir fundargerð bæjarráðs 910 sem þá vatnsveita Stöðvarfjarðar. Við svo sem erum búin að marg fara yfir þetta mál og erum búin að samþykkja þarna aðgerðir. Það er þetta búið að svona ákvarða hvar í raun og veru best sé að fara í þessar framkvæmdir og að það sé hægt að setja þennan geislabúnað. Það er auðvitað gríðarlega mikilvægt að það gerist sem fyrst svo að við komum í veg fyrir þessar endurtekningar á því að við séum að finna ákveðnar, séum að fá sýkingar í þetta vatn. Þannig að það sé gríðarlega mikilvægt að þetta komist í lag sem allra fyrst og svo sem við erum búin að samþykkja þessar framkvæmdir að vera farið í þetta sem fyrst, en bara að ítreka það að þetta gerist hratt og örugglega. Aðeins undir fundargerð bæjarráðs 911 og aðeins að svo sem bara taka undir með Ragnari í lið 2-2 svo að fundur með vegagerðina. Þetta var mjög góður og upplýsandi fundur. Þetta er svona framhald af því sem við vorum búin að gera áður með þeim og fróðlegt að fara yfir stöðu mála, sérstaklega hvað var að Suðurfjarðaveginn. Það er eins og Ragnar kemur inn á, það er greiðlega mikilvægt að þetta komist í framkvæmd sem fyrst. Það er ýmislegt sem við getum gert til þess að halda áfram að ýta og þrýsta á, sem mikilvægt að við gerum það öll og séum sameinuð í því eins og við höfum verið. Þetta er greiðlega mikið hagsmunamál, ekki bara fyrir Fjarðabyggð, heldur bara fyrir Austurland og auðvitað fyrir efnahag landsins líka. Þetta er mikil umferðaræð á miklu leyti, þannig að greiðlega mikið þetta sé farið þetta sem fyrst og bara eins og kom fram á þessu fundi hvar málin standa og það er svo sem það er vegur framundan í þessu. Þetta er ekki eitthvað sem gerast á morgun, það er mikilvægt að við höldum áfram að þrýsta eins og við getum í þessu máli og við svo sem öll sammála það. Langaði svo aðeins að koma líka inn á lið 2-3 sem er umsókn styrk til fornleifarannsókna í Stöðvarfirði. Það auðvitað er þessi fornleifarannsókn í Stöðvarfirði. Það heldur að halda áfram að koma upp mjög áhugaverðar minjar þarna í þessum greftri. Þetta er þetta mikilvægt verkefni fyrir svona staði eins og Stöðvarfjörð. Gaman að sjá hvernig þessu hefur verið að vinda fram. Við höfum styrkt þetta meira og minna frá upphæði frá þetta byrjaði og mikilvægt að við sveitarfélagi sýnum þessu áhuga. Enda er þarna mikil vinna sem fólk er að taka að sér í sjálfboðavinnu. Þetta hefur mikla þýðingu fyrir staðinn. Þetta tala ekki bara fyrir sögu Íslands. Ég veit að í þessum hóp hérna hjá okkur eru nú aðilar sem að hafa mikinn áhuga því sem er að gerast þetta. En þetta er auðvitað gríðarlega þarft verkefni og nauðsynlegt að við höldum áfram að styðja við það eins og við getum. En meira var það ekki frá mér í bili. Þakka fyrir Stefán. Vilja fleiri kveðsljóðs undir fundargerðin bæjarráðs? Svo virðist ekki vera. Það ætla að bera þær tvær hér upp til samþykktar. Þess að ekki viski eða merki. Það eru sagði þetta með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í fundargerð Hafnarstræti númer 329. Orðið lausnarmann vill einhver kveðsljóðs. Svo virðist ekki vera. Ég ber hana til samþykktar. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er þar á eftir fundargerðir fjölskyldunefndar númer 37 og 38 teknar saman til umfjöllunar og afgreiðslu engin rifið í andmælum. Orðið laust þær vill einhver kveðsljóðs. Svo virðist ekki vera. Ég ber þar saman upp til atkvæðagreiðslu. Það er sagði þetta með 9 atkvæðum. Þá er næst þar á eftir fundargerð stjórnar menningarstofu númer 31. Orðið laust þær vill einhver kveðsljóðs. Svo virðist ekki vera. Að bera hana til samþykktar. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í skipulags- og framkvæmdanefnd númer 40 og orðið laust þá fundargerð vill einhver kveðsljóðs. Svo virðist ekki vera. Ég ber hana til samþykktar. Þess vegna sagði ekki verið skipið. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í liðina almenn mál. Það er fyrst reglur veitingu fjárstyrks til greiðslu lögmannsaðstoðar. Þessi vísa hér kemur frá fjölskyldunefnd og inn til bæjarráðs og svo hér til bæjarstjórnar. Þetta eru drög að reglum veitingu fjárstyrks til greiðslu lögmannsaðstoðar vegna barnaverndarmála. Orðið laust þessar reglur vill einhver kveðsljóðs. Svo virðist ekki vera. Ég ber þar eftir samþykktar. Þær eru samþykktar með 9 atkvæðum.
Þá hér næsti liður sem 9. liður sem reglur frístundaheimili í Fjarðabyggð. Sömuleiðis kemur í gegnum fjölskyldunefnd og var hér náttúrulega á síðasta bæjarstjórn líka töluvert af reglum sem hafa verið að koma núna uppfærðar og breyttar frá fjölskyldunefnd. Bæjarráðið samþykkt þessar reglur fyrir sitt leyti og vísaði hér til bæjarstjórnar. Vill einhver kveða sér hljóðs þessar reglur? Svo virðist ekki vera. Þá ætla ég að bera þær til samþykktar þess þær samþykkja með skeiðmerki. Þær eru samþykktar með 9 atkvæðum. Þá hér svo næst byggingarleyfi eða viðbygging Mýragata 21. Hér umsókn byggingarleyfi sem barst fyrir viðbyggingu Mýragötu 21 á Norðfirði. Grenndarkynningu lokið og engar athugasemdir bárust. Því hefur skipulags- og framkvæmdanefnd falið byggingarfulltrúa að gefa út byggingarleyfi. Það öllum tilskyldum gögnum hefur verið skilað og leið vísar hér niðurstöðu grenndarkynninguna. Við erum að afgreiða grenndarkynninguna. Orðið laust þetta. Það kveður svo engin ljós, þá ætla ég að fá að bera þetta upp til saðendar, það er að segja samþykkja grenndarkynninguna. Hún saðend með 9 atkvæðum. Þetta var rætt farið, ég ger ráð fyrir það tengist því að það margt undir hjá bæjarfulltrúum á næstunni og á sviði sveitarstjórna. En ég þakka öllum hér fyrir fundarsetun í dag og segi fundi slítið.